Klukkan orðin 4 og jólaþáttur FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Það 18. desember og þetta síðasti þáttur FM 95 Blöður fyrir jól. Og þar að leiðandi jólaþáttur. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Beint á móti með sitja tveir snillingar. Annar þeirra fyrirliði þáttarins, hinn markaðasti leikmaður þáttarins og dýrasti leikmaður þáttarins. Ég ætla að byrja sem fyrr á fyrirliðunum. Egill Einarsson, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Nei, það eitthvað gýr í okkur. Það verður bara viðurkennt. Þetta stóra hættulegu þáttur. Ég elska jólaþáttin. Já. Elskar. En þú elskar ekki jólinn, en þú elskar jólaþáttin. Ég hata jólinn. Viðbjóður. Ok, það ekki viðbjóður. Tekið tilbaka. Það ekki viðbjóður. Nei. Það umferðinni viðbjóður. Jólalög geta verið þreytt. Já. Og á ég að spila jólalög í dag. Finnst þið það? Verði ég að gera það? Ég menn ef þetta er jólalagi hans Beisvöndur og jólalagi mitt og svo frammiðis, já. Á Beisvöndur jólalag? Of course. Já, auðvitað. Hvernig spyr ég? Ég heila það eftir það. Já, það gæti bara dott inn. Ég var bara til að heyra það. Nei, ég það mjög interesting. Það miklum gýr. Já, markaðasti leikmaður þáttanum sem mættur inn, Steinþór Róa Steinþórsson, hvernig ertu þú? Já, ég fyllandi góður og fróðandi fínni. Mikið óbúslega gott að heyra. Ég segi það ekki alltaf, en ég það í dag. Eru þessi 2-3 jólatúborgar sem tókum aðan? Eru að kikka inn og svona réttur útsendingu? Það getur verið að læga. Svei mér þá, við erum í hættulegu gýr. Það veist að jól og með ekki fá okkur jólabjóra. Já, líka bara einhvern veginn búnir í tökum á leynilögu og það ég var að fá komin gýr. Það líka með bestseller board game akkurat núna. Það alltaf gerast. Ég var að fá jólagjöf sko. Já, frá vinnunni. Við fórum að ræða þetta á þann félagarnir. Sko þið fáðu jólagjöf frá sín. En ekki ég út að ég clown. Ég verktakatrúður. Og veist yfirmenninni og sín horfa á verktakatrúða sem clowns. Þið fáðu ekki jólagjöfin. Fyrstu leiðast að vera verktakatrúða. Og hugsaði bara, ok, það allir að fá jólagjöfin en ég ætla að ignora það. Það bara hefði hell of a time í dag. Kemur Kristín Rödd og rétti með konfektkassa sem jólagjöfin. Já, vel gert. Og þú byrjar að geta. Og verktakatrúðurinn fekk gjöf og ég byrjar að ég grænist ekki í dag, orðaði þannig. Já, þú varst samt að bölva en það kostar 15 kallar til búð. Já, þetta er samt jólagjöf, sko. Bara fá eitthvað, það ekki nóg. Ég veit að Heiðar fórstjóður að hlusta drepið að gefa mér svo kannski eitt gott tútor úr eða. Tútor úr? Það er ekki eitthvað rándýrt shit eða? Já, þú veist. Slaka aðeins á, þú ert að gera. Ég veit að, ég get ekki neina kröfur. Ég verð takatrúður. Það er saman sem í sporthúsinu. Það er ég ekki í launþegi, ég heldur bara þú ert hvergi, þú fær aldrei inn að jólagjara neitt. Þú sporthúsinu, hann ekki einu sinni gefið með jólagjöf, undan 13 ár. Helvitið það lélegt. Já, það er rosa. Ég hef ekki fengið jólagjöf frá sporthúsinu. Færðu þú aldrei jólagjöf frá fyrirtækin? Nei. Það er jólagjöf ég var í IKEA, það fekk jólagjöf. Hvað síðustu jólagjöf frá IKEA, mæstu? Þú var í launþegi hjá IKEA, það var ekki jólagjöf. Síðast ég var launþegi, ég var hjá IKEA. Eftir það er ég búin að vera entrepreneur. Þú fegst nóg að það. Þú fegstu nóg hjá IKEA. Egil, þú ert ekki entrepreneur. Og hann ákveða því, sko. Ákveða varst það ekki snekkjunum með hinum entrepreneurs. Það er ekki allir entrepreneur fór ríkir, sko. Ég er að vinna í þessu. Varst þú satt ekki, ert þú ekki ríkar en allir sem voru á svona snekkju þarna? Hvað varðum það? Hvað hétt það áttur? Síno? Nei, hvað hétt þetta? Hvað sér það? Það var hérna Gem. Já, þú ert að tala um að strákandi voru með brassan á skútunni. Það var eitthvað gjalderis shit, forex trading koncept sko. Já, en leiðu skútu á Íslandi, það er snekkju. Já, geðveikt vídeo. Já, þetta var svalasta vídeo sem ég séð, ég veit ekki hana. En ég bara, sögumir þetta voru bara ekki orðin og gamli til þess að vera með áfengi onni í brassanum sínum hana. Það var bara til miður, það var appisindjús og svo bara fermingafötin og upp með hendur. En hvað kallaði þú hérna, ég veit ekki, er maður leðilegur að segja þetta, var ekki eitthvað Síno eða eitthvað? Jú, það var Ballanshake. Já, Ballanshake, já. Jú, ég kefti áspyrjar af því. Keftir áspyrjar af Ballanshake? Og gaf mig hell of a sales pitch. Og málið er að ég Ertu eða þá að nota? Hvað er þetta? Ég kláraði hann á endanum, þetta er svona góða fytur. Nó, já, ok, ég held þetta var eitthvað algjört skell. Æ, sorry, ég byrst afsökun. Nei, það fyndast það. Já, Steindif talar alltaf þetta sem eitthvað skemm. Já, hörru, hvað ertu, Sín og sölum? Nei, það talar alltaf þú veist, basically er það alltaf þannig bara, já, hvað gerir í lífinu? Já, ég Ballanshake sölumæður, þá veistu það er alltaf warning bells. Er það? Já, er það? Er það ekki? Ertu að panta gáma? Ég held að sé bara frá þér. Ertu að panta ykkur að gáma erlendis og selja þetta? Ertu ekki að panta gáma spílum? Þetta er multi-level marketing. Ég er orðin eitthvað svona Ballanshake sölumæður. Nei, sko málega Egill, hann náttúrulega, sko Egill hefur
Málega, Egill góður strákur. Egill gott í agli og hann hefur alltaf verið mjög svona lélugur að verjast svona söluræðum, eins og til dæmis þegar hann keypti pottan á 700 skall. Hann keypti potta á 700 skall. Ég hef ekki gert það þótt að vera að pinta. Hvað kalliði mig stundu? Sölublöð? Hann drauma maður að lenda á þú og lappar upp á hann. Og ég veit það, að þegar maður fer bara og segir bara, herru, veist það, þessi pottar þú ert aldrei eftir að kaupa potta aftur. Þegar Ásgeir Kolbeins þegar geta selt honum þetta á 1.000.000 hann bara náði 700 skall. Allir sem er að hlusta á þáttinn, ef þið þekkið einhvern sem er að selja ykkur að skrýta sígarettur eða orkutyggjó eða eitthvað bull, farið upp í sporthús, hittið Egil og takkið ræðun á þetta, hann kaupir lagerinn. Það var þetta geggjað, sko, sölublöð á ekki sjensamt í Herbert Guðmundsson. Vitið hvað trikk hann notaði? Hann mætti bara heimtið með posa. Nei, hann var nefnilega, mér var sagt um daginn af öðrum sölumanni sem að var að rósa afa mínum, heitnum, sem að alnafna mínum, öðum blönda. Tekstu sölumenn svona þaðan? Já, afi minn var eitt mesti sölumaður Íslands og hann var að segja að þeir hefði verið, sko, það var oft talað um afa minn og Herbert Guðmunds sem bestu sölumenn Íslands, no joke. Og Herbert Guðmundsson var með rosalasta trikk í heimu og eru ekki ennþá með það. Þá fer hann til dæmis, sem hann kæmi til þín núna Steindi, ok, þú ert í fjölmiðlum, segjum hann færi til mömmuðinnar, þá nær hann að selja þeim, kemur upp að nei, Sigga og Steinþór, hvernig hafið það, hvað er að frétta af sín ykkar í fjölmiðlunum, eitthvað svona. Búin að grænslast fyrir. Já, svo bara selur hann þeim og leið og þau eru búin að setja kortið í posan og kvitta, þá spyr hann, herðu, hvað heita hérna við hliðina og hvað gera þau og hvað heita börnið þeirra og hvað, hann var með allar upplýsingar næsta hús. Þannig ef hann labbaði bara næsta sveitabæið í næsta hús, þá var hann bara, nei, hvernig gengur í pípu. Þetta er basically sama og ég gerir bara þegar ég er að gera síma þetta upp í Mosó. Þetta er next level shit. Þá fer ég bara í á.is, ég finn út bara hvað fólk gerir, ég sé bara, hérna býr bara Ólafur. Já, hann var að fá bara svona alvöru upplýsingar þau. Já, herðu, stelpmaðurinn nýbúin að fermast, ok, þetta eru góðar upplýsingar. Ég lendi ekki Herbert Guðmunds, en þú er pottitt keypt eitthvað á honum. Hann lokaði sölu á Gilsanum mig. Þá var ég í sporthúsinu, satt inn á skrifstofu og bara, þú veist, þetta er gluggaleg skrifstofa og kemur hann í hundina, sæll Gilsani, og ég bara blessaði gamlu, hvernig eftir, þá var hann með að CD. Þetta kaupir CD. Það talum þá bara áþreifanlega geisladisk eða þú talum að celebrity dick. Hann stendur bara í hundinu, ég með svona geisladiskisar hérna, hann er ekki eðlilega góð geisladiskur. Það er að kaupa hana. Og hvað ætti ég að segja? Nei eða? Það er erfitt að og síðan var það með honum í reikningsnúmeri upphæð legðinn, síðan lagði ég bara inn og hann rétti með diskir og fór. Já, þú sérðum alltaf eftir því, þú kefti pottasett á 700. Já, en málega er það ég er aðdónd að Big Giant Herb. Já, hann er geggjaður, sko, við dýrkum hann allir. Hann var góð sölum, ég hugsaði að gera segut og kaupa ekki hann disk. Hann er eitt svo best á Íslandi. Þetta er náttúrulega, sko, svo náttúrulega er það líka að þú mætir sjálfur. Þú veist, ef þú mætir heim til ykkur stöði, þú veist að selja eitthvað, sem maður myndir mæta með partískell, en það núna erum við að horfa yfir Laugardalinn. Þú bara lappa í hús. Þú myndir banka upp á einhverjum með partískell, sem vilt ekki kaupa þetta að mér. Það er svolítið, þú veist að segja. Ég lappaði í hús og sögðu okkur ekki að selja barnabækur, sko. Já, og seldu það ekki upp? Jú, ég var 13 ára. Ég er ekkert vissum að sölumennskan hjá ykkur færum hafi verið rosalega. Við verðum ekki meira bara að þið voru... Eitthvað fyrirtæki sem pabbi voru að vinna. Ekki með commission? Nei, bara pabbi bólgaði mér eitthvað fyrir hverja bók sem ég seldi. Varstu að fann að raka inn þetta 16 á kúpunni? Bara hvernig sölublöð var talented. Þetta er í fjölskyldunum. En ég verð að spyrja ykkur drengir af því að það er jólaþáttur FN 95 blöð. Er þið komin í jólagýr? Já, ég er komin í jólagýr. Er það? Já, ég er löngu komin í. Hvað þýðir að vera komin í jólagýr? Það er bara að vera tilbúin í þetta. Já, bara það, þið er bara að hlaka til. Tengir þetta engin með grettunum að þú held ég? Ég er komin í jólagýr. Ég hef aldrei tengt jóla. Ertu komin í jólaskap? Er þið farið að hlaka til jóla? Maður tengir ekki jólin við hitt. Nei, ég bara ég hef aldrei verið graður jólin, sko. Það var eiginlega bara ískaldur jólin, sko. En máli er að, þú veist, máli, ég er bara að tala að þú veist, það er bara allir, þú veist, maður er bara til í þetta, skilju, bara treðið komið upp. Egil veit ekki hvað jólaskap er. Nei, ég skil Stóni, þú veist, og hann er gamer, hann er bara í rúmkólunni að spila töluleik. Herru, þú varst í rúmkólunni þinni í gær með mér, sko. Hann sat við jólatriðið sitt. Herru, Egil brillir að þessu leik, hann tók. Djúvill var ég lélegur. Já, þú varst lélegur, þú varst erfitt með að skilja leikinn, en málið er að Egil, ég var bara einn að labba hann hvað heitir þetta, Among Us? Já, Among Us, já, Egil að Bríð komið þetta, ég sem bara það er svo hefur verið bara að taka fund fyrir streym já, vel gert hjá mér síðasta leikann og pökkuði bara allir saman, það var bara, þannig var staðan þetta. En veistu ekki hvað jólaskap er eiginlega? Jó, svona ég er bara að veltaði fyrir mig, það ferður bara aldrei í það því þú fólir ekki jólin. Ég vanlega jólin er að ég fæ frí og ég vinn 15 tíma á dag en ég er búin að Þórul er búin að hafa heim í stofi 22 vikur á árinu. Þannig ég er ekki beint að... Þannig allir daginn eru búin að vera nett í jólafrí?
Mér langar ekkert í frínum, langar bara að mæta í vinnuna. Fórst ekki bara í jólagýrin bara einhvern veginn í september eða? Ég er bara ekki með að gefa, það bara 22 vikur á svo ári heim í stofu. Frá því ég kynntist þér Egill, þú er aldrei verið jólabarn. Nei, ég veit Þú sagðir áðan að þau verið ógeðsleg. Það er helviti hart. Þá er ég aðeins að slá og leta drengi, það er ekki ógeðsleg. En eftir ég fekk gristling þá við ekki aðeins meira gaman að. Já, maður upplifir þetta gegnum gristlinguna. En ég er samt Þú ert ekkert eitthvað spenntur núna. Skít í mig, þú veist. Ég kom ekki fyrra dag, þú veist. Ég er að þetta jólaskap bara fyrst núna. Já, þú ert líka búin að vera í svo hörðu Það er búin rálag. Þú ert líka að flytja í your mansion og þú veist að tekur tíma. Hvernig gengur að flytja þetta? Segðu okkur satt og þú lígur ekki að hlusta. Er þetta vesen eða er þetta bara komið? Þetta er að gera með sköllóttan. Þetta er langt frá að vera komið. Já, þú ert sköllóttur sko. Við sofum í stofinni. Já, þú mistir hárið 9 ára á króknum en ég skil samt gott við. En ég er að tala ég er ekki sköllóttur en síðustu hárin í hliðunum er að fara. Þau eru að hverfa. Já. Er þetta dýrara máli? Allir minni félagar sem hafa flutt í svona mansions Þetta er ekki mansion. Þetta er alltaf miklu dýrara en maður heldur. Já, en svo bara það er líka helviti erfitt að fara í einhverja breytingar þegar þú kannt valla skipta peru sko. Nei, þú ert með fullt veskiblu. Nei, ég er ekki með fullt veskiblu. Landakvæðis hefur sagt mér að þú varst einu með sprungna peru heima þér í hálft ára því þú vildir ekki skipta peruna. Nei, ég bara okkur átti ég að skipta hana frekar en hann, við byggum saman. Herru, við erum með rosalega Ein spurning bara Nú er ég að spila með Landakvæðis í gær Er hann á limnum undir þessum sloppa? Sko, ég veldi Það er eina sem ég hugsaði með alla gæta Er hann á limnum? Já, ég meina þú veist, ef maður fyrir náttslopp þá er bara að fara í að fyrir cozy heitin. Ég myndi ekki sem að vera á limnum, já. Nei, ef ég er á hóteli þá er ég á nærbuxum undir Já, en þú ert ekki á hóteli í Harras luxus Nei, bara Ég verið á hóteli blöð, þú ert á limnum sko. Já, þeir eru talandi það Ég var eins og miklum gír árið þáttunum byrjaði maður. Ég var búin að glemma hvað er leðileg Þú ert ekki bara á limnum, þú ert líka einhvern veginn á ótorum aður Herðu, passaði, bílarnir eru að keyra út af þetta stendi. Herðu, við erum með rosalega þáttanlegur í dag, kæru hlustendur. Jólajaflið mætir aftur eins og síðustu jól. Við gerðum könnun, ringtum í nokkra Jóhannesa á landinu. Við getum alveg orðað þannig að könnunin, hún kom á óvart. Já, hún kom á óvart og það verður jólajaflum. Jólin spurningkeppni Gilstan. Ég glemdi að spyrja á Instagram. Hvað er í dag? Það er sama á alltaf jólin. King of Christmas 220. Hver er Ég er alveg til að vinna það. Já, þú bara sem jólabarnið sem ég Þú tekur eftir í fyrir blöð grinsinn, sko. Hver er átt betra svona, hver er maður jólabarni ár? Ég veit það ekki, það kannski breytist, sko. Og hvað er líklegri? Ég myndi segja að ég var að koma eins og sterkur fyrir. Ég líka, ég er líka jólabarn. Ég er löngu komin í jólagýr. Ég er ammælisbarn og jólabarn, sko. Sko, það er, á steinditækið er svona 1,75 blöð 220. Í alvegni? Ok. Ég myndi nefnilega halda, ef ég er að lesa þetta rétt, þá held ég að ég sé meira jólabarn og þú sé meira áramótabarn. Já, allavega, ok. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós eftir. Svo erum við með, hversu gráður er Sólu Hólm stendur hérna á handritinu og það er víst ný trailer þig. Mjess. Ég hugsaði bara, út af því að það er búin hundleðild ár. Glata ár. 2020 er, ég vil ekki segja versta ár of all time. Já, það stefnir í það. Og fólk þarf góð jól. Og ég hugsaði, hver getur garantera góð jól? The Home Father. Já, en þá þarf hann samt að vera í ykkur stuðu. Já, það er stuði. Það er að vera, við þurfum að fá 8,2 upp. Ef hann er spól, þá getur fólk bara farið að slaka á, sko. Þannig að við ætlum að heyri honum og vonandi bara fyrir þjóðina er hann að við staðfest í þessum þætti hvort það verið góð jól eða ekki. Já, fyrir þjóðina, ekki bara fyrir okkur, fyrir þjóðina. Ég bara fyrir alla bara. Er þetta heimurinn eða? Já, veist, ef heimurinn að hlusta. Yes, þetta er ekki bara Ísland. Nei. Svo höfum við með Fellow Kids, Kortmyndur frekar og fleiri fasta liði. En eins og síðustu þætti drengir, þá byrjum við þetta á kongnum sjálfum Bubba Mortens og hann er með Þorláksmessu tónleika. Hann er að streyma Þorláksmessu tónleikum og ég hvet alla til þess að tryggja sér áskrift af því og ég vona, hann er búin að senda út listan. Ég veit ekki hvort þetta lag séðar, ég valdi lagið í dag, Steindi, þú veist að velja síðast. Þetta hefur komið áðurina hjá okkur og ég dyrka þetta lag. Þetta er af plötunni Frelsið til sölu og heitir Er nauðsynlegt að skjóta þá. Við verðum nú að spila einhver jólalög í dag, þegar ekki? Það er síðasti þátturinn okkar fyrir jóla. Þetta er jólaþáttur eftir 9.5. Ég er með hellinga af jóla, þú veist. Já, líka bara eitthvað svona venjuleg jólalög. Fjandinn hafið það. Ekki bara eitthvað beisöndir með eitthvað rugl. Það var eitt hann Addi var að senda mér skilabóð á Instagram og var að benda á Run DMC þegar ég er rosalegt jólalag. Ég finn eitthvað góð. Það er úrval í gangi. Hörru, ég þarf að koma inn að það blöð fyrir í slúðrið. Ég bað Steinda daginn að edita fyrir mig eitt legendary atriði úr
Já, Turbo Man Jingle All The Way sem er besta jólamynd sem gerði þau verið með Arnold Schwarzenegger. Það er rosalega jólamynd. Það er ekki besta jólamynd allar tíma. Þegar hann fyrir búðina og leita Turbo Man doll. Ég bara stóni, bara please að gera nákvæmlega nefnum bara partyskjöllur eru búin og það er Turbo Man doll. Já, bara við basum að víksla Turbo Man doll sem er ekki hægt að fá yfir í skell. Og Stóni tók græða þetta. Og þú veist, hann allir að goddamn genius að vissi hann fullkominn á hlutur. Ég var að setja inn á Facebook-síðuna skástrík, eða bara skellu Facebook-síðuna. Þetta er fyndast vídeó síðan sér. Þegar þú ert Arnold Schwarzenegger hana að leita partyskell og það verið að pakka það saman. Við ætlum að gefa þeim spil líka. Sko, Agli finnst þetta að fyndast það sem hann er búin að segja. Ég horfði á hann, horfa á þetta þrisvar á hann þegar hann að borða þarna á gúlíakan og hann hló allan tíma. Sko, ég er búin að horfa á þetta ángis í dag. Hann grápaði um þetta 150 sinnum. Ég byrjaði 6:40 morgun. Ég er búin að hlæja í allan dag. Það er inn á Facebook síðu bandstyrika, skástyrika, skellur og þá sjáu við þetta vídeo. Og þetta er gaman ykkur í leiðinni. Við erum að gefa, þú fær entertainment og hérna grunnið free shit. Já, basically, sko, ástæðan fyrir að við gerum þetta er að við erum náttúrulega fyrir löngum, fyrir viku síðan, við tókum það fram í síðasta hætti og voru uppseldur á lager og öll spilin er í búðum. Við erum að fara að klára spilin, þannig að við vorum basically að gefa, núna ætlum að gefa svona eiginlega, eins og við kjósum að kalla þetta, 5 síðustu spil landsins sem við ætlum að afhenda bara kortur í jól. En gengur ekki vídeolík út á það? Ekki lendi þess á Þorláksmessu? Jó, Þorláksmessu. Jú, þú veist það. Arnold er hann á aðfangudegi. Það konuna segir við hann, hörðu, varst ekki búin að ná í þetta Turbo Man doll? Hann var í vinnunni, hann var workaholic í þessari mynd og hleypur í búðina og spyr síðan gæjan hvort það sé til að Turbo Man doll. Hann grenjar og hlátur það ekki? Jú, nei, en þú veist, það er ennþá til rúmlega 2 spil á landinu, þannig að fólk það nú ekki að fara að keira nóg til í búðum. Við erum ekki tómir í dag, en konceptið er ekki lendi þessu á Þorláksmessu. Nei, ekki. Herbert Guðmunds og Afi, nóg af söluræðum, við erum að fara í slúður. Er þið tilbúinir? Steindi Afi. Hver á niðurstand? Já, við erum að gefa 5 spil inn á Facebook síðunni Skellur og þar getið þið hort á vídeo sem eiginlega nettimill að gera. Já, þetta er best að síða. Er þið ready í slúðupakkan? Eru klárir. Fyrsta slúður er Mick Jagger. Hann er nú ekki verið oft í slúðurinn hjá mér. Sveppi verið ánægð með þetta. Mesti Mick Jagger maður landsins staðfest. Er ekki merkilegt að hann sé still breathing? Hvað er hann gaman? 90 ára? Hann er 77 ára. En hann var að kaupa risa hús handa kærustu sinni og kefti það í Sarasota í Florida. Ég hef komið þangað. Ég held að það er einhver íslendingar sem eiga hús þar. Leifur að gíska, hann var svona 19 ára kærustu. Nei, hún er 34 ára. Hann er 43 ára millera. Kærast hann að sé 6 árum yngri en ég, það er skrítið. En, kannski ekki skrítið. En, jú, kannski pinskul. Þetta er ekki fyrsta húsi sem hann kaupir handa henni því að hann kefti líka íbúhandin í New York og hús í London í Bretlandi. Þannig að hann er að dæla fasteignum í konuna sína. Hann á dollars. Já, Mick Jagger, þú getur rétt ímyndað það. Hann er nóg til. Svo Egil hefur alltaf sagt, if it makes dollars, it makes sense. Já, ég menna, en heldur þú að sé með hann bara út af þetta dollars eða? Hún? Nei, þetta er fucking Mick Jagger. Það er bara... Já. Það verður ekkert harðara held ég. Hver er kærastinn? Það er Mick Jagger. Þó hans er 77 ára. Þeir eru náttúrulega ennþá að túra Keith Richards kannski. Er hann 77 ára? Hann er 77 ára og þau eru að spáði hendi í annað bad. Ég ætla að túra ennþá því ég er 77 ára. Með hvað? Muscle Boy? Rétt. Nei, þá mun ég stoppa. Ég eiginlega stoppaði eftir 5 ár. Ég er að gera það saman Mick Jagger. Ég ætla bara ekki að retire. Ég rætti þetta við sýsti hérna Egil. Við þurfum að setja plugg í DJ Muscle Boy á... Ég ætla að spila á því við 77 ára. Já, sko, málega það ímyndaður, ef hann er að spila til 77 ára þá getur hann ekki sett píanó í samband þá mun hann að kunna á píanó. Nei, hann mun aldrei læra að píanó. Við munum stoppa, bæði ég og fjölskylda. Mick Jagger núna, gamla þetta ekki að hætta. Hann er að syngja sjálfur. Ég er bara helviti góður. Ég er að fara á þetta gig, sko. En sko, þau eru að spæði hendi annað barn. Þau eiga 4 ára gamlan strák. En sprautar hann eða hann er búin að geima þetta ykkur á banka? Það bara fylgir ekki fréttinni. Hann er búin að geima þetta í banka. Hann er aldrei það. Að því hvað heldur okkur 77 ára gamlega sér sprautat út um alltaf? Okkur ekki. Það því að ég held bara ekki. Nei, en veistu það? Ég veit að ég er ekki búin að heyri honum. Gamlega eftir að sprauta það. En sko, að vera eignast barn, af því að ég fekk nú sko heilan skets á mig fyrir að vera eignast barn 30. Mick Jagger að spáði hendi annað barn 77 ára. Þannig að þegar krakkinn fermist og þá er hann 100 ára. Já, ég veist. En samt, þetta er Mick Jagger. Það er ólíklegt að hann fagnir 40 sammálinu á barninu sinu, sko. 40? Já, ólíklegt. Það var í skrítið. En ef einhver getur það þá er það Mick Jagger. Herðu, ég með meira slúður. Þetta er samt eiginlega bara ógeðslega slúður. Þetta fór í taugunum að lesa þetta. Ég veit ekki hvort ég er að vera með þetta hérna. En
Sko Vanessa Bryant, ekki að Kobe Bryant, hún hefur greint frá því að móðurinn hefur farið í mál við hana og sagt hún skuldi sér háa fjárhæði meðal annars fyrir að passa barnabörnin. Sophia Urbieta Lane sem er mamma Sophia Hansen? Nei, Sophia Urbieta Lane. Hvað er það? Er nafnið hennar, það er hlustaðu. Ég hefði ekki byrjunda. Það er mamma Vanessa Bryant. Hver er það? Nefnum bara taka þér headphone-un, ég ætla að tala við þér. Nei, býttu, ég ángríns, Maja Bryant. Vanessa Bryant er ekki að Kobe Bryant. Kobe Bryant sem lest, körfuboltamaður, veist hvað það er? Hann lest á árinu. Já, minn maður. Agalegt dæmi. Og mamminar er núna að fara í mál við hana á sama ári, hún missi mannin sinn af því að hún vil meina að hún skuldi sér nokkra milljónir dollara fyrir að passa börnin hennars. Þessi konu er einhver mesti viðbjóður. Það var mamminar á launum við að passa. Nei, hún vil meina hún hefði átt að vera á launum. En þau eru búin að gefa henni hús og annað. Þetta er svo mamma mín myndi ringi mig og byrja að rukka mig fyrir peninga þegar ég farið mig stelpunar í pössun. Þetta er bara harmleikur. Já, móðurinn krefi dóttir sinu tæplega 100 bandaríkjadali á tíman fyrir að passa börnin í 12 tíma á dag í 18 ár og svo sagði Vanessa Bryant, hún hefði aldrei passað, þannig að þetta meikaði engan sens. Hún er líklega ekki að fara að vinna þetta mál, móðurinn. Nei, þetta er bara, veist, að gera þetta líka sama ár og missi manni sinni, þetta er ógist. Pældi að góldika börni sín. Já, og barnum, þetta er bara, þetta er agalegt. Ég held að fara að vera með skemmtilega slúður eins og til dæmis nýja myndina, það var að koma nýja mynd með Nicolas Cage, Jiu-Jitsu, hún er fótt straight to DVD og fæði 3 ár á MDB. Þannig að ég held að okkar maður það er 3 á MDB 3,1 á MDB, heitir Jiu-Jitsu og fólk er það er margir íslendingar að velta fyrir sig hvort hann sé komin í skattaskuld þannig að taka öllu bara. Nicolas Cage er ekkert eðlilega góð leikari. Já, hann er Óskarsson-leikari. Hann myndist taka bara allt að sig. Hann var að leika Jiu-Jitsu. It makes sense. Nei, ekki að myndi væri 3 á MDB. Ég held að þetta sé að lægsta sem ég heyrt. Þetta bara afsanna þá kenningu því að þetta meikar engan sens fyrir hann. Nei, þótt að makes dollars. Svo var ég með Tom Cruise, hann tók eitthvað kast í vikunni, svo var hann að taka annað æðiskast núna á liðið sitt. Ánægði með. Splungun í slúður. 2 æðiskast á 2 dögum. Já, og það eru 5 sem eru hættir í myndinni, það er allir búin að fá nóg á honum þarna. Mér finnst þetta töff í honum fyrst, en það er hann ekki aðeins að fara að slaka á kallinu. Það er allir að hætta í myndinni, það er svo leiðilegt. Það eru 5 búin að hætta af svona 1000 starfsmenn. Sko, ég skil hann. Fyrir ræða maður geggjum. Ég snappaði daginn. Maður taka leynilögun daginn. Nei, þú snappaði ekki neitt. Jú, ég snappaði. Það voru clowns á setti í auglínunum minni í einu atriði. Ég kom í 2 daga. Og þeir fengu að heyra það. Ég kom í 2 tökudaga og ég þurfti að biðja að hreinsa auglínun líka sko. Veistu hvað er að gerast það? Ég lasi. Já, ok, við leynum hlustendum okkar engu. Bjöllinur sem er alvöru leikari, búin að leika í Hollywood myndum og öðru. Hann mætti á sett og bað fólk á leynilögunni og bað fólk að herðu, það er eitthvað einn í auglínu minni og þetta að klera það. Agli fannst það svo töff að hann var alltaf að biðja allir að fara úr auglínu sinni. Gaurinu aldrei leikið á því. Hann var allir bara eitthvað býttu, Egill var búin að vera voða fínina fyrstu 10 dagan, svo allir núna má enginn vera í auglínunast. Ég held að Egill þegar hann leika, hann veit ekki eins og hvað auglína er. Samt, að þú pælir í. Hann fattaði ekki neitt og svo var hann bara að byrja að segja, herðu, er þetta að klera auglínuna mína hérna? Hann var allir bara hlæjandi þessum trúð. En auðvitað er erfitt að fókusera þegar þú ert að leika mót einhverjum og ef það er einhverjur fullt af fólki að djöflast á bakvið þig þá er náttúrulega það var ekki búið að trubla Egil í 1 sekúndu. Ég snappaði. Nei, þú snappaði ekki. Egil snappaði. Let fólk heyra það. Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Við skuldum auglýsingar og svo hér strax eftir auglýsingar er kortmyndur frekar og jólajaplið góða. Þetta er The Weeknd með Save Your Tears. Hvað er fyrir þetta, drengir? Hvorki jólalagin ég eitthvað power. Við erum í gýr þegar eins og ég erum ekki látað. Jólalagi og beisendur. Mér finnst það mjög gott. Það er búið að koma rosalega mikið beinum að fá jólaminningu með Árni Kahn. Já. Við erum að henda því í gang. Það er sonur okkar. Svo er bassöndir inn. Við skuldum allavega 2 jólulög. Já, ég er með jólalagi fyrir Ífinn Blöð hérna næst og eitthvað. Við þurfum að setja inn eitthvað jólalög. Þetta er jólaþáttur. Fjandinn hafið það. En það steytist í jólajaplið, það er hér næstin áður við fyrir mig jólajaplið og annað ætlum við að fara í kortmyndur frekar. Er þið tilbúinir? Það er eitthvað fallegt við hvað þannig að segja þetta eðlilega. Það við steytist í jólajaplið. Já, eftir 9 ára á tökunum. Það er bara eins og allir er að vita bara hvað það er. Sko, flestir vita hvað jólajaplið er sko. Já, okkar diggustu. Það er líka vesen bara að ná á fólk sem veit ekki hvað það er sko. Þau hringir með fólk. Það er fyrst ekki að sé hérna hringdi í dag, hann bæði sem nákvæmlega hvað það var sko. Svara bara sér að spyrja hvernig ætlaði að fá sér köku jólun sko. Hann búinn, ég er ekki viss hvort að minn maður hafi vita hvað það var. Nei, minn hafði ekki hugmynd. En hann var alltaf alveg í stuði sko.
En herðu, eru þið tilbúinni í kortmyndur frekar? Já, við erum klárir. Og af því að það er jólaþáttur þá var það svona jólatengt allar 3 Fyrsta spurning kortmyndið frekar borða hund eða kött jólin á aðfangadag? Kött. Má, fljót svara. Já, ég get aldrei borðað hund. Akkur? Nei, veist, akkur kött? Nei, því að ég hef aldrei átt kött. Ég elska kett alveg, skilur. Já, ákvað elska það. Nei, þú veist, þetta er bara kettir. Það er að borða litla krútlega kiss. Ég ætla ekki að borða lítið krútlega kolt. Ég get það ekki. Ég er meiri hundamaður og ég hef átt. Hefur þú smakkað hunda eða kött? Nei, en ég hef átt alveg 3-4 hunda í gegnum tíðina og svona familjan og allt þetta. Pulla, rest in peace, man. Já, og Týra og Bensi og Robert De Niro sagði þetta mynda cat make you work for their affection sko. Þú ætlar að vinna fyrir their affection. I have nipples, can you milk me? Þú vilt bara að hlaupið að það leiðu ekki með heim, hoppa í fangja, það er ekkert vesen. Nei, ég er þar. Kissan er meira svona að þú vinna fyrir því sko. Já, mér hvað heldur ég sé að fara að bara geta hana. Ég ætla ekki að heldur ég að koma heim á vinnunni og það er að fara að vinna fyrir einhverju ást fyrir gældurinn mín. Systir mín á kött og hann er alltaf í kringum mig að því ég þoli ekki ketti. Já, en svo eru líka kettir með mismöndi. Það eru til útikettir sem eru bara, þú sér það vel aldrei. Þeir eru alltaf úti og koma inn með fugla og svona kúka og eru bara on their own. Kúkaðir? Já, en svo er líka til. Hvað heldur ég að gera? Hvað gera hundar? Kúkaðir ekki líka? Jú, en síðan eru til. Já, menna þú þarf ekki að taka það fram. Það tók að setja fram Já, hundar kúka út. Egil, hvort ekki þú? Það eru til innikettir sem eru eins og hundar Ég veit það, það er ógæslegt. Já, þú veist, okkur veist ógæslegt meðan þú veist, ég var vinn í Asíu sem geta hund núna sko. Í Kína þetta spísið til hundi. Kína eru bara hunda. Og það er, þú veist, og þeir veist ekki skrítið. Áttu vini þar sem að geta hunda? Hvaða vin áttu í Asíu? Ég var mikið að vinna í Asíu. Nei, þú ert ekki einn vinn í Kína sko. Það er nógu mikið kjöt og beinunum á a kitty cat. Það væri ekki bara betra að væri lítið. En myndur ekki líka að borða hund? Alltaf að borða hund, í alveg. Lærið á svona vel mössuðum stórum hund. Ég ætla ekki að borða pínlitin kött. Herðu, ok, þeir voru ekki sammála drengirnir. Mér dætti að maður getur svona nagaðan bara yfir sjórfinu. Næsta spurning. Já, þú veist, kjötið að beinunum. Ég er spenntur fyrir svarinu á þessari. Það er aðfangadagur sem að styttist í. Það er minna en vika í hann. Rétt. Á aðfangadag, hvort myndið frekar hafa mömmu ykkar eða pappi ykkar nakin allt aðfangadagskvöld með fjölskyldunni? Það er spesspurning. Þetta er rosa spesspurning. Hvað varstu búin að kýla í rauða skúringa það? Þú veist það, ég samti þessi gær þegar ég var að fara að sofa og ég var mjög ánægð með hana og ég er ennþá ánægð með hana. Mjög sérstök. Ég tek að brá mig, ég á þessa. Hún er mjög spes. Hvort værið verra? Það er náttúrulega minna svona. Bæði vond. Bæði mjög vond. Þetta bæði vond. Já, þetta er hræðilegt. Það er vanlega fólk í fötum á aðfangadag sko. Þú ert ekki að útskýra það fyrir mér. Sko, það er náttúrulega minna sýnilegt ef það væri mammamanns. Þú veist, það væri ekki eitthvað. Þú er svo lítil brjóst það? Nei, ég er að segja að það væri bara ekki alltaf að sveiflast eitthvað, þú veist. Bara þegar að pappi væri að ég ger ráð fyrir því að ég væri í mat hjá Pappi er bara svo hest. Þegar setuðu matabórið þá er það eitthvað sveiflast. Nei, ég er að segja bara þegar hann fer bara að sækja eitthvað og hann er að labba og þetta hristist á honum punkurinn og tippi. Er það bara að negla niður kertastökka heima? Nei, hvað er að sveiflast? Ég held ekki. Þú talaði þannig bara það var allir í hættu við borðið. Já, ég áttaði mig á því. Ég fór aðeins að ofmeta kvikindi á gamla. Nei, segjum bara, þú veist að sko. Ok, en ferða einhver eftir hvað er mikið af, veist eins og þú átt 2 stelpur, ein reyndar, þetta er ekki æskuminning hjá annar leður, en þetta er æskuminning hjá Ronju. Já, þú meinar, já. Og hvað er hjá hinni fjölskyldinu? Hvort eru fleiri stelpur eða strákar hana? Það eru fleiri stelpur, sko, 4 stelpur og 1 strákur. Væri það ekki skára að þetta væri mammaðin? Jú, það er farin. Jú, algjörlega. Þú múst að gera ráð fyrir bara stóru matabóði. Já, bara nákvæmlega eins og þetta verður hjá okkur aðfangadag. Við verðum heima með tengdó, en ég setti mig bara í aðstæður. Já, ég myndi alltaf segja það. Þú veist, það er líka bara smekklara. Það sé mammaðinn. Já, því að þú veist, það er allir með bringu, sko. Þú veist, það er allir bara með brjóst. Það er allir með brjóst. En það er eitthvað svo skrítið að einhver sé á titlinglum. Það gengur bara ekki. Það gengur bara ekki. Hvort eitthvað þú Ég myndi segja Einar sem verður nakinn hana. Myndur að hafa pappa bara í sófa? Það væri bara penisnum hana, fyrst silkjastlagur. Sætti bara við mataborðið og væri ekki að lappa í ískopinu og þurru og væri myndi sitja. Hvað meinum við, heitur heil jól, hann situr sér bara ógeðslegur og opna pakkana líka. Já, hann getur ráum íbúðinu eitthvað, lappandi sko. Nú, það situr bara. Ég heldur að þurfu ekki að lappa ykkur tíman að fara á klósetti, ná í drykki, gos, opna pakka. Eins og tussar, en
Einu sem tvisvar. Þannig að þú tekur pappaðinn frekar. Já. Og Steindi tók, herru, þeir eru búin að rósamlu allt. Ég tók með hvað var fyrst. Ég er að fíla þetta. Þú ætlar að geta kött. Já. Ég Geta kött? Nei, ég ætla að geta hund. Já. Það er mikið að catlovers núti sem eru bara að grýta Já, það eru ennþá fleiri dog lovers sem ætla að grýta þig. Ég ætla að grýta ykkur báðið. Þeir eru tilbúinir fyrir síðustu. Yes. Það er jóla líka. Hvort myndið frekar? Vera jólasveinabúning eða trúðagalla í heilt ár? Jólasveinabúning. Já, þetta er bara gefins. Nei, ég ætla að breyta þessu. Hvort myndið frekar vera jólasveinabúning eða töfragalla Einars Mikael sem að seldi í Hagkaup í heilt ár? Maður myndi líklegast bara vera í jólasveinabúning. Frekar en töfragallan. Það er rosalega skrítið að vera í jólasveinabúning í februar. Það er basically eins og sér búin að tapa þér sko. En er ekki skrítið að vera í þröngu spandexgalla í februar? Já, það er Einar Mikael allan að sexy. Þú veist, hann er sexy galla. Já, líka blár og rauður og gullvitaður og sexy galla. Þú veist ekki með jóla. Hvað það er að vera jólasveinn í júli? Það var ekki, með skikju. Þannig að þú ætlar að taka á þig jólasveinagallan en ekki Einar Mikael gallan. Núna komst þú með punkt að það. Þú veist að fólk myndi halda að þú væri glárinn bara sturlaður og væri bara lappum í Hagkaup í jólasveinagalla í februar. Februar, hvað þá í júni? Já, en væri það ekki heldur að væri að lappa í spandexgalla með skikju? Skikki á Einar Mikael skallanum. Einar Mikael hann er nýð þröngum buksum. Ég er að skoða mynd á honum hérna. Mjög þröngum ból og mjög starta brosi ég séð. Þú veist, þetta er nóbrennir það? Ég er alltaf að velja það frekar en jólasveinagallan. Þú tekur gallan? Einar Mikael? Mér flóttu galli. Steindi, þú stæðir í jóla. Ég er að horfa á það. Þið voruð ósammála allt og ég fíla það. Þannig á það að vera. Nei, ég ætla að fá að breyti við. Nei, veist það Steindi, ef maður myndi setja þig í gallan að Einars Mikael þá er það nógæslu. Bara svo veitur það. Hvað er þetta? Já, hann er með skikkjum maður. Já, hann er með stóra skikkju. Hann er ekki alltaf með þessa skikkju sko. Nei, ná, með þessu gigi. Herru, talandi jólalög. Það eru nokkur ár síðan þetta lag var gert. Cirka 9 held ég, svo einnig þá. Það held ég þeirra hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Við erum ekki beinni núna því að við erum komin inn í klefan góða. En það er ekki ég og Steindi eins og oftast heldur er það ég og Egill núna sem sitjum inn í klefanum. Því að þetta er svolítið þinn dagskrárliður Egill. Ekki það, Steindi, hann þarf að ringja sitt símtal þegar hann kemur hérna eftir. Já, þú byrjaði með þetta og þetta hefur verið svolítið í jólaþáttunum hjá okkur og það er hvað? Jólajaflið? Já, þetta er bara, mér finnst þetta að vera árið hefð. Já, skrítin hefð en hefð einhvað séður. Við ringjum með fólk og smá könnun og fólk þarf að svara og basically að fara að spyrja fólk hvort að verði jólajaflum jólin. Já, okay. Þannig að þetta er bara ringdu bara eitthvað for the love of God til Lukas af. Er eitthvað nafn sem vilt vinna með frekar en annað? Nei, segjum bara hvað. Jóhannes. Það er frábært. Eins og CJO. Jóhannes. Jóhannes. Já. Sæll, Sigurður heiti ég hérna frá Kapasend til að ég spyrja nokkar spurningar sem tekur mestalega 25 sekundur. Hvað er það? Ég ætla að spyrja hvort þú eru búin að setja jólaskeitingarnar upp. Já, ég er búin að því. Og á að hafa hamborgarhrygg í matinn? Já, það er alltaf tvíréttaður sko. Bæði hamborgarhryggur og rjúpur. Glæsilegt. Ertu búin að versla alltaf jólagjafirnar? Já. Það er klárt. Jólatríð komið upp. Já. Finnst þú líklegt að þú fáir eða gefir jólajafl? Jafl? Hvað er það? Þetta er rauninni bara hefðbundið jafl nema þetta er eitthvað staðar á bilinu kannski, ég veit ekki 23. DS til 7. janúar, eitthvað staðar þar. Jafl? Já, jólajafl. Þetta er bara munnmögg í rauninni, bara hefðbundið munnmögg. Já, þú meinar. Þannig að bara á jólunum. Já. Nei, jólajafl. Þannig að veistu það er líklegt að þú fáir eða gefir það. Já, ég hugsa það. Er það ekki? Já. Það eru þá bara og síðan hérna síðan spurning, væru til að sofa hjá Valtibirni? Nei. Þetta er bara glæslegt. Takk að kælaði fyrir þáttökurna og ég hefði frábær jól. Sömuleiðis. Jónas, sæll og blessaður, Átni heiti ég og hringi hérna frá Kapasend. Já, sæll. Sæll og blessaður, ég ætla að aðtúa hérna, ég er með nokkra spurningar varandi jólinni, lægti trufli í 30 sekundur. Já, það er svo sem allt í lagi. Nei, það ekki, fyrsta spurning, er búið að kaupa allar jólagjafir? Já. Já,
Glæsilegt, tímalegi því Já. Jólatriðið, það kom upp Já, svona hluta til. Svona hluta til Á eftir að skreita. Skilðig, set á hérna að sé komið allavega upp Hvernig það á að gefa það þykja jólajafl jólin? Gefið að þykja jóla... Jafl? Jafl? Já Jólaepli? Nei, jólajafl Á að láta jafla á honum jólin Jólajafl, eitthvað til að jafla á. Já Nei, það held ég ekki. Nei, þú ætlar ekki að láta jaflan á þér Nei, ég átta mér nú ekki almennilega á því hvað þú átt við, en segjum bara nei. Segjum nei Já. Það er allt í lagi Það er ekki allir sem er í því Þannig að þú ert nú ekki að skammast einn fyrir það Nei, við jólajafli Þá bara Jónas, ég óskaði gleðilegra jóla Og takk hérlega fyrir að svara Allt í góðu. Ok, takk Já. Bye Já, góðan dag, Jóhannes. Góðan dag, já. Sæll og blessaður, Össur heiti ég og er að gera smá könnun. Hefur þú svona cirka bara 12 sekundur? Lausar? 12 sekundur? Já. Heyrðu, ætlað þú að nota debit vísa jólin, vesla? Nei, ég nota nú eitthvað hitt, sko. Já, debitkort, það er flott. Já. Ekki átt þú eftir að skreita heima hér? Jú. Þú ert eftir að skreita, já. Ætlar að vera með rjúpur eða hrygg jólin? Það verður sannilega hryggur og læri. Hryggur og læri, já. Herru, svora, hérna, ert þú að íhuga að gefa eða þykja jólajafl þessu jólin? Jólajafl? Já. Já, ég vissi hvað það væri þá. Já, það er í rauninni bara eins og hefðbundi, jafl, bara jólin. Já. Ég reikna nú kannski með því, já. Já, að gefa eða þykja? Já, maður er nú svona glaðar yfir að gefa. Já, að gefa. Já. Ánægður með þig. Ekki. Já. Þannig að þú ætlar að gefa jólajafl. Já. Hverjum ætlar að gefa það? Bara einhverjum sem að þarf að því að halda. Já. Þetta er fallegt að þér. Það er ekki. Jó, ég er ánægður með þig. Það er gott. Það er alltaf betra að gefa en að þykja. Já. Sérstaklega ef einhver er hérna alveg spól að fá þegið eitt jólajafl. Já. Einmitt. Heyrðu, erum við ekki bara góðir? Ég held það bara. Ég segi þá bara gleðileg jól. Sömulegis það. Já, lesaður. Getur þið verið eitthvað bannalega? Þetta er hræðilegt. Ég finnst þetta svo fyndið, sko. Heyrðu, já. Fæstu í gallmennin að hlæja í jólajafl. Þetta er bara, ég skammast líka. Jæja, hér að hlusta jólaþátt F95 Blöð og þetta er Muscle Bells með DJ Muscle Boy sem á vel við því að við erum að fara í spurningakeppnina hans hér eftir smá stund. Það er komið að henni. Já, ég minni á miðasölun á Grís, það eru Jóhanna Guðrún og Ingo Veðuguð. Þetta er geggi jólagjöf og það er miðasalein á tix.is. Tryggja sig með það er næsta ári. Það er höllinni næsta ári, maður rándýrt. En Egill, það er komið að þér. Já, King of Christmas 2020. Já, við Steindi rættum þetta hérna á hann, menn að lægi verið í gangi. Þetta er svona keppni sem er alveg til að vinna, maður vil ekki vera Grinch. Já, en við erum heldur ekkert fættir í gær. Nei, við vitum alveg ekki jóla. Hver er jólabarn? Er það Blöð? Sko, ég held að Blöð sem er jólabarn er stóð. Þess að Stóni er bara gamer og, veist. Nei, ég er jólabarn. Samt varstu með lægri stuðl og hann á hann. Já, ég er hröstur. Ég veit að, ég voru að hugsa þetta svona það, sko, það er Blöð, veist. Eitt, maður sína þessu, sko. Sér sokkana sem ég er í? Já, það er jólasokkum. Ég er í jólasokkum. Tegir tilbaka. Hann er a clear favorite. Sko, ef við alltaf erum ekkert með trailer, hann er bara get right to it. Ég er líka með marga spurningar. Ertu ekki með nýjan Sóla Hólm trailer eftir? Jú, sem er 9 mínútur held ég. Sko, ég gerði Sóla Hólm trailer fyrir ekki út af því að jólaþáttur og við langaði að koma þjóðinu óvart og Sóli veit til dæmis ekki að trailer og ég spóku sem við reynum ekki að ringi í hann. Já, þú vilt ringi hann live. Ef hann svarar ekki, þá yfirleitt er hann á fundi og ég fæ SMS. Já, ok, það er gott að við ringjum alltaf í hann, reynum að ringja. Reyna, let's give it a shot. Ég veit að við erum ekki mikið að ringi í beinni en do it. Ég meina, ef einhver getur gert það hérna á tökkunum, þá er ég 10 years. Wow, hörðu. Sko, ég var ekki bodybuilder, þess að ég puls og kók. Hörðu, hvað er með spurningkennina?
Ertu að selja award-winning party game þessi jólin? Já, hvað award-winning? Hann er ekki unnin en velun en já. Já, veist, gaggrindur að segja þessi award-winning party game. Jú, ekki rétt. Gaggrindur að tapa sér, en já, aðbúndur. Þeir eru báðið með spilið Partyskellur sem er búðalagar og tilhjölubúðum og til hamingju, 1-1. Það var að klínin auðvisingu þannig. Þú ert jafn góður og Herbi Guðmunds. Ertu búin að ákvaða hvað þú gefur frúnni í jólagjöf? Nei, það er skellur, missið punkt þar maður. Yes. Það er búin að gera. Ég er búin að kaupa hana. Ég er náttúrulega sko, þið voru náttúrulega svolítið fastir í tökunum. Ég náði að fara að kaupa gjafir. Ég er að fara svolítið í þetta alltaf mánudag. Rómantíski steindi. Ég ætla ekki að láta ykkur heyra það. Ég var blöðum búin að taka award-winning action movie. Já, þess vegna náði ég að kaupa. Hvernig getur hún fengið awards þegar það er ekki eins og búið að klippa hana? Er bara allt award-winning í kringu þig? Já, svo tökurnar er ekki. Þú notar þetta helviti óspart. Klippana, tökurnar er ekki búin. Nei, við erum í pick-up tökum. Og þetta er samt orðið award-winning movie. Ég held að það aldrei gerst á klippibónu. Ok, það er 20 stóni. Heldur þið að einhver tíman in the history of swimming pools að það hefur til graðari baðvörður en þú? Vá, þessi var rosa. Ég hef aldrei unnið, ég get ekki að fekk í búnd. Ég hef aldrei unnið í sundlög. Nei. Hvað sé margir sem er að hlusta sem að unnið í sundlög? Helviti margir sko. Margir sund á Íslandi sko. Já, og fólk, Íslandingar elskar sund. Já, og þetta er líka bara góð vinna, góð og gild vinna. Þannig að þú er að vera hreinskilin á stendi. Já, ég held að séu bara mjög margir, aðris. Nei. Hvað heldur það? Akkur þetta draga svar mitt Eva? Nei, bara á því að ég held að það eru öruggu punktur á það sko. Hefur Steindin á að dodja alla baðvarða punktana? Já, hann er bara ekki komið. Það er svo skammið sem fyrir að vera graði baðvörður. En byrju, já, næsta 2-1. Hefur verið rómantískur þessi jólin og sendt koninu huggulega jólalimynd eins og Richard gerði á sínu tíma? Það sendi limynd. Nei, þú hefur spurt okkur á þessu áður held ég. Sko, við erum búin að segja held ég 300 sinnum að hvorur okkar hefur sendt limynd. Okkur heldur að breytist allt um jólin. En nú er jól og þau kannski gerða það í gær. Það verður eiginlega ógæslega að gera þetta um jólin. Kannski bara eitthvað jólaklæðningur, skilur? Já, viðbjöður. Þú þekki konundar okkar vel. Það er bara ekki tekið vel í þetta. Það ekki? Nei, bara hræðilega. Richard elskar það sko. Já, hann elskar það. Þetta er alltaf ekki bútur á mig. Herru, þú veist hann að hlusta sko. Hann getið sem búið til bók. Ég ætla að taka upp hanska fyrir Richard. Hann elskar þetta bara ekki. Nei, hann sendi eina mynd á félaga sem fyrir einhverju 5 árum og hefur ekki fengið að heyra hana síðan. Herru, næsta spurninga ég. Heldur að munur eigða einhverju tíma í runghólu yfir hátíðarnar? Herru, jæja. Voðalega fór þetta rætt. Eins og ójólulegt og þetta getur orðið þegar. Þetta átti að vera jólakeppnið, ekki? Jú, yfir hátíðarnar sagði ég. Þetta var bara rétt svara mig, já. Ok, punktur á steinda 3-1. Já, ég á ekki eins og runghólu. Þetta er ekki það líka úti. Hann er að tala um lítið 30 fermetra rís. En málega er blöð, þú er alltaf að flytja í your mansion. Það er alltaf eitthvað herbyggi sem þú getur bara. Ég sé við stofunni. En þú veist að það er eitthvað herbyggi sem þú getur sett breytt bara í svona steindahólu. Ég veit ekki hvað mansion þú heldur að það vera að kaupa. Þetta er ekki þannig. Ertu að spája að vera með, þú veist, svona skrifstofu eitthvað herbyggi? Það er ekki pláss fyrir það. Það er sama svo Steindi kallar þetta örgulega skrifstofu sko. Svo sér uppi sko. En mér er líka helviti hart, ég sagði það í síðasta þætti. Konan hans er að vinna. Segir þetta sem skrifstofa? Já. Nei, ég segi það ekki. Nei, ég segi það ekki. Er þetta ekki make-up stúdíu á konuðin? Sko, kona mín er með make-up aðstöðu þarna og gerir ofta ykkur make-up þarna og ég spila töluleiki þarna og svo við sjónvarpið okkar þarna og sófi og við erum bara í fjölskyldan á frábæran tíma þarna. Þetta er alveg agalegt nafn sem er komið á þetta, ég veit ekki það alveg. En ég tek á mig punktinn. Ég tek mér sjaldan á mig punta þetta. En hérna, já, bara áfram með þetta. Verða jólin hjá þér rauðvín, smákökur og blöður? Og blöður? Félum byrjar aftur. Þú veist, það er eins og Janúlega, það er eins og unglingur. Það er eins og unglingur sem var bara þetta á kynþroska. Ég var í þvílingum í gýr, það er eitthvað degi inn í mér. Það er eitthvað dögt inn í mér núna. Þú verður, stundum verður bara allt inn í 10 ára. Núna endur taka þessu spurningu. Rauðvin, peppakökur og blöður jólin. Þetta er ógæslega skrítið blanda. Nei, það verður lítið það hjá mér. Ganski rauðvin. Ég borði ekki peppakökur og það verður ekki allt í blöðurum heima á mér sko. Hann er ekki að tala eitthvað. Nei, ég veit það alveg. Það verður ekki heldur. Já, ég Steindi, þetta er meira þitt sko. Hvað mennur allt út í þessu? Ertu að tala bara mikið af þessu? Nei, bara verða jólin á þér. Þessi 3 hluti, verður eitthvað
Það verði eitthvað í gangi með þessu þrjumur. Ég myndi alveg gíska á það, ég geti hakkað í þessi 3 bóksi á 4-1. Takk fyrir. Núna freka tróðið í verslunarmiðstöðu núna. Heldur að sé það ekkert vesen að hlaupa þar graður? Ég segi jú, það er punkt. Voðalega er þetta, þú veist, hvað er þessi spurning eiginlega? Af því að yfirleitt er það ekki svona snemma á dagskrá. En hvernig verður punkt líka? Ég sagði jú, ég held að verði vesen að hlaupa graður, já. Jú, ég held að það eru vesen, já. Fyrir einhvern annan, þannig að það er punktur okkur báða. Við erum að svara fyrir hönd einhvern ókunnans bara. Nei. Jú, víst. Hvað var komið, varstu búið með nokkra þegar þú hendir í þessa? Hvernig orðar er spurninguna? Ég sagði bara, núna freka tróðið í verslunarmiðstöðum. Heldur það sé ekki vesen að hlaupa þar núna graður? Jú, ég myndi halda að það væri mjög mikið vesen. Ég held að líka, það væri mjög mikið vesen. Af því að mikið af fólki. Það bara er agalegt. Eru margar eftir það? Eins og í febrúar er þetta ekkert vesen, skilju, þá bara hleypur eins og þú vilt. Hvenær varstu þarna? Manstu það? Ég veit bara ekki hversu oft ég var það í desember það var frekar nálægt jólavíu. Var það nálægt jólum? Nei, kannski ekki. Þannig að votta ég hafa það. Nei, hvað var þetta áttur? Ég meina, hvenær eru fólk með bása á jólunum? Nei, annars og fólk með bása? Býttu, var þetta jól? Þú er aldrei hlustað á söguna. Þú bara, þú veist, er ég bara að tala við loftið þegar ég segir þetta? Býttu, var þetta jól? Ég veit það ekki, eina sem ég sagt Agli, örgulega ég er ekki að tjóka, ég er ekki að segja 1000 sinnum, ég er 18 sinnum. Já, það var stelpaðna með boðskap Jesú, eða ekki? Guys, við þurfum ekki að krifið. Nei, þetta er akkurat mistökin. Þú eldur hann á samkomu? Já, daginn eftir. Ég man þetta allt. Hef ég hlaupið í kringli? Þú eldur hann í sólarhring? Hef ég eitthvað tíma hlaupið í kringli? Var þetta daginn eftir sem hún hljósta eldur hann í sólarhring? Nei, þetta var bara. Var daginn eftir samkoman? Þetta var bara kvöldi. Já, það að vera, annars eftir ruggla. En Egil, maður spyrja einu? Já, bara, já. Hef ég eitthvað tíma hlaupið í kringli? Hvað myndir þú gíska á? Þú bara á ævinni. Frá því að var krakki, frá því að borgarkringla var saminuð og allt þetta. Ég er 36 ára, hef ég eitthvað tíma hlaupið í kringli? Já, það ekki? Nei, ég hef aldrei gert það. En byrju, hvað var spurningin núna? Bara, heldur það sé ekki vesen að hlaupa þannum? Já, við erum löngum búin að svara. Það er næstu spurningum. Varstu það góður baðvörður á Nei, guys, ég hef alveg stöðu gaman að þessu. Ég er ekki hálfnaður. Þetta er þreytt, ég veit það, þú þarft ekki að klára hana. Ég veit þú veist ekki hugmyndu hvað ég veist þetta. Leiðum mannum að klára, Daniel. Nei, við erum saman í þessu. Hvað er ég að segja? Þú ert að fara að taka baðvörðin. Ég verð að heyra spurningur svo ég geti svarað hvort þið er meðri liðið ekki. Nei, já, þið strax, þú hefur ekki verið baður. Þú hefur aldrei verið baður. Sko, þú verður ekki hugmynd hvað ég var að segja. Má ég heyra hana? Eins og heyrðu það fyrst á 3 árin. Já, þetta er bara mig. Nei. Jú, ég er hann í dag. Varst ekki að segja að vera jólabann? Þetta er King of Christmas. Já, akkur þetta var bara helmingurinn sundlu. Þetta er jóla. Það við vitið marga sundlu sem opnum aðfangadagina. Þetta er jólakepp. Já, ég veit. Má ég klára spurninguna? Nei. Jú, maður heyra hana. Þú er ekki hugmyndum hvað ég var að segja þessu. Jú, þú sagði baðvörður. Ég sagði, varstu það góður baðvörður? Compliment, ok, áfram. Áður en á sínum tíma að þú fegst meira að segja sjá blöðrur og öðrum starfsmanni laugarinn. Þá ertu tell the motherfucker. Herru, já, drengir, mánuð það. Nú ætla ég að segja. Nei, ég ætla að segja eitt ykkur. Ég ætla að fá að segja. Slakið á. Sér hvað eru báðir barnalegina. Við erum svo stækt, þú ert að segja já. Þú ert að taka þér bútið. Ekki var konan að vinna þarna. Jú, hann kittist konan að vinna þarna. Hvað, ættu bara að heyra það núna? Þú ert að taka þér bútið. Það er ekki að segja já eða? Er ég ekki lengur búin að vinna þetta? Það áttu sens á að jafna þetta. Vinna þetta? Að 6-2 fyrir þetta, mest að walkover. Já, helviti gott. King of Christmas. Já, takk fyrir það. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM 95 Blö. Er það þá hérna Túborg Léttöl? Það er það jólabjórn sem ég með hérna. Hæ? Já, það er bara hárrétt þér. Er þetta ekki öruglega Túborg jól, jú, ég er tóðmálum. Já. Sétjó, líka, sponsor okkur. Já, okkar besti maður. En það er eins og komið að dagskólið sem að, margir hafa beðið eftir því að við þurfum að vita hvernig jólin verða og Egil, getur þú sendt með númer hans hérna á Messenger því að ég veit ekki hvað að gerast í símanum minn, ég er ekki með hann. Málega er að bara, verða þetta góð jól eða leiðileg. Já. Skilur, það er það sem er að rétta. Já. Og fólk er alltaf bara, veist,
Þetta er bara ömult ár. Fólk þarf Við þurfum góð jól, það pínuð þannig. Já, og erum við að fara að byrja á að kynna þetta með trailer eða? Já, sko máli, ég edita aðeins fyrir trailerinn út eða Christmas. Þessi dagskrárliður heitir Hversu gráður í Sóluhólm? Já, þetta er bara, fólk þekki dagskrárliðin. Við verðum smá pásu. Já, ætti hann ekki að heita bara hérna hversu gott munum við hafa á næstunni? Og ég hitti Sólu einu sinni og hann baði mig hérna, hann sagði, Skýri, er eitthvað möguleika að leggja þessum dagskrárlið? Það var frábært. Hann var ekki gríðalugur aðnándi. Nei, og ég sagði bara, jú, ég skal líka það. En, sem hugsaði, það er komið jól. Já. Fólk þarf góð jól. En málega er þetta mun þetta backfire út af því að hann veit ekki að við erum að ringja hann. Ef hann gefur okkur slæm einhvern, þá er þetta náttúrulega bara álur skita, skilur við? Já, við verðum bara að vona það besta. Já. En hann hefur alltaf sendir SMS-ið hans svarar. Ég er búin að edita jólatrailerinn, byrjum á því og svo náum við að spóla á línuna, þegar ekki? Það er það, ok, þá hefur komið að splunkunýjum trailer hérna í F95 blöð. Það er jólasóli, stendur hérna. Jólasóli. Já, tjekkum á þessum. Ó, sóli, spóli, jóli Spóli Sóli, er þetta góð jól? Eða ömuleg jól? For the love of God, be horny ho The horniest comedian to ever walk on this earth Sóli, hvernig ertu? Ég er tvistur þessi jóli Ég á 5 börn, mikið álag á mér og ég er ekki lengur gráður Ég er retired I'm back from retirement, Sóli Gráðasti þróttari landsins The love of God come back One last time Jesus needs you home When you say no to Jesus Pull down your pants for Jesus home Pull down your pants for Jesus home Sóli, hvernig ertu? Ég er bara 9,5 í dag. Hæ? 9,5? Þetta grínast þér? Þetta ekki retired? Verður ekki ekki jóla? Þetta er bestu fréttir æðuminnar. Verður að heyra þetta? Spóli er 9,5. Mamma! Spóli er 9,5. Takk, Jesús. Og takk, Sóli! Thank you for your service. I stand this in your debt, old father. Þetta er mesta rögg sem ég hef heyrt. Það er Vala Eiríks geggju þetta í byrjun. Mögulega Eiríks fyrir að lend me her beautiful voice hann í byrjun. Þetta var eiginlega bara besti trailerin hingað til. Ég ætla að vóta það. Þú vilt að við ringjum bara niðan í venni? Já, bara, þú veist. Sjá hvort hann svari. Trailerin er búinn og bara náum hann bara á línuna. Já. Annars færði væntilega SMS. Ef hann svarar ekki þá bara tökum hann yfir sendir SMS mjög fljótt 10 years á tökunum og blöð er að ringja. Nú, hvað er ekki að ringja það? Jó, ég er að segja, þetta er vel gert. Þetta er mjög vel gert. Rosalega trailer maður. En hvað sagði ekki? Jesus needs you. Jesus nokkuð sinnum manna. Pull down your pants for Jesus. Hvað er ég að svara? Hversu heimskur getur einn maður verið? Ég alveg tala Af hverju er ég að svara ykkur maður? Jésus Segðu mér þú ekki heyrt trailerinn? Nei, ég heyrði engan helvítis trailer. Ég heyrði upphafið af þættinum og Egil glemt að ringja í dag. Því það var nú ekki eins og það þurft að ringja í mig hingað til sko til þess að halda þessum dagskrárlið úti sko. Þannig að ég var að vona að sleppa. Þannig að ég skil ekki að hverju ég er að svara sko. Hefur aldrei sendt agla SMS? Þú ert ekki svona heimskur. Ég alveg hætti bara. Ok, því hann hefur alltaf sagt og að senda SMS-tur og svarar ekki. Já, ég sendi mitt SMS það sem ég sagði þetta er rigging call. Það var einmitt. Ég eitti miklum tími að skrifa það á sínum tíma. Hvernig ertu? Hvernig er Hólm? Það segir jólin. Hvernig ertu? Sko ég er reyndar alveg fáránlega góður. Alveg fáránlega góður. Gott að heyra. Er komið í þig? Hvernig er það? Ertu búin að klára allt og gera allt? Nei, sko eiginlega er ég búin að klára allt og þú veist já, það er þáttur í kvöld, loka þáttur fyrir jól og bara, þú veist, maður er eiginlega komin í jólafrí eftir kvöldi, þannig að ég er bara helvíti góður. Ég þarf ekki að gefa neina helvítis tölu þetta þið viljið vita. Ég gera það ekki, en lífið leikur við mig. Ég meina, ég er að klára
gott velhæfna season af föstudagskvöldi í kvöld. Ég með á mest seldu æfisögu landsins. Lífið leikur við þig. Já, þá Lífið leikur við mig. Ég var á 5. barninu. Þá hlýtur nú að vera eitthvað smá vor í pungi þá ertu góður, eða ekki? Strákar, í alvöru, af hverju ég, Jesús minn maður? Ég trúi ekki að segja þetta samtal. En Hólm, ég veit við erum alltaf að koma svolítið hérna aftan að með ringið og vara ekki við, en it's Christmas, Hólm. Það eru jól. Það vara mig við, það er örgulega svarað. En því að það er COVID og fólk er búið að eiga slæmt ár. Ég er ekki að biðja neitt, nema bara svona, þú veist, ef þú þyrftir að gefa tölu og ég myndi snúa upp á hendina og segja bara, Hólm, give me a number. Hvernig ertu? Þú veist, hvernig ertu núna? Ég alveg að tala, því að ég er náttúrulega biluðustu aðdáðandir sem ég veit og ef talan þá það er eitthvað gæði með grænt hár sem er bara að bara elda mig út af þessu dæmi og þú veist, þetta er bara Sóli sendir mér snappa á honum þegar hann öskraði eftir. Já, þú veist, það er bara eitthvað náingi með grænt hár sem er bara brjálaður ef Egill hefur kokkað það og stilta tölu og þú veist, þetta er bara sem ég er búin að díla við, ég bara engar þetta og þú veist, einhver hluta vegna hef ég ákveðið að klappa ekki við innfæningar, ég hef ekki gert það, ég hef bara letið að slæta. En veistu hvað, Sóli? Það er hátt í jólagjöf, En þetta hefur samt alltaf staðist sem er ótrúlegt, allavega með að við aðdáðandur okkar, þá vil ég að meina þegar þú ert með háatölu, þá hefur verið geggjuð helgi og ef þú ert með lágatölu, þá hefur verið slæm helgi, þannig að við þurfum að vita hvort það er góð jól eða ekki. Já, veit, Ísland er... Ég skal bara segja hvað það, ég er jólabarn. Ég er jólabarn, lífið leikur við mig og bara til þess að, þú veist, ég er nýja. Wow! Já! Hann gaf tölu! Það er aldrei verið nýja! Ég er nýja. Já, ég bara, og þá er ég ekki að tala mig í þeim skilningi sem þið eru til ráðu hvernig þið túlskið þetta. En er nýja? Ég er bara að gera þetta til að fá frið. Það hefur aldrei gerst áður að þú hefur verið nýja. Congratulations Iceland. Þetta var að geggjuð jól, Sóli, við þurfum ekki að tala þig meira. Við þurfum ekki meira og við vitum, ég hugsa þetta bara að þú ert nýja því þú ert góður. Ég er ekki eins og Egill. Já, ég veit það. Já, en nýja er nýja. Það er rosalegt. Það er rosalegt tala. Þetta var alveg jól, thank you. Nei, menn það liggur það vel á mér að ég svara ykkur. Put down your pants for Jesus. Thank you, Hólm. Snillingur og gangið vel í kvöld. Geggjaði þáttur og svo herran Hnetusmjör bókin. Við fengum hann að gefins var herran Hnetusmjör á hann. Ég er að fara að lesa hann í kvöld. Já, gerið það. Takk fyrir okkur. 9, hann er 9. Þetta verður ekki betra. Ég er hrikalega ánægð með Hólmaran að hafa svarað og komið tölu og við erum ekki átt ykkur á því hvað hann var að gleðja þjóðina mikið. Erum við talandi herra Hnetusmjör? Æfisæðinu komin út og hérna er bara alvöru jólalag frá honum. Sóli Hólm með 9. Það er 9. Elsku Íslendingar, þetta verður góð jól. Þetta er æðislegt jólalag. Ég held að þetta jólalag verði svona, þetta er svona lag sem fer alveg inn í held ég jólarútinu og verði bara næstu 10 ára. Við erum búin að spila 4 jólalög í þessu ætti sem er held ég met í FNÍ. Segjum við þá, það eru nokkur í viðbót. Það er fólk að senda okkur hvaða jólalög vil heyra og við ætlum að spila nokkur í viðbót. Herru, ég er að spara að róa þetta aðeins drengir. Það er búið að vera svona pín eitthvað, hversu graður í sóli og jafnl og eitthvað. Ég ætla að fara í svona virtan dagskrárlið. Það eru sturlaðar staðreyndir. Og það er ekkert jafnl og engin spóli þar. Nei, nú er bara svona aðeins, þetta er eini dagskrárliðan sem að fólk lærir og getur nýtt sér. Og eru þið tilbúinir? Jó, en getur fólk samt ekki lært í, þú veist? Lært í hverju? Ég læri nú ekki mikið. Læra bara í sturlaðum hjá okkur? Svona eiginlega, já. Ég held að læri ekki. Það væri bara einn stór skóli. Það er náttúrulega allt vafasumustu síður internetsin sem ötti sækir þessu upplýsingar á. Ég held að fólk læri ekki mikið af það. Vitið hvað sturluðu staðnett ég nota mest? Ég nota tyggjó þegar ég er að skera lauk. Og virkar það? Já, það grætur ekki. Það er það insane fact. Já, ég lærði það þar. En á ég að gefa þér eina sturlaða staðrind sem lætið hægt að gera það. Hvað? Það er bara munnun opinn. Það líka? Það virkar líka. Þegar ég var, ég var pizzugóður á... Hver sker svona? Já, bara ég nenni því ekki, ég fyrir ekki að tyggja og bara verið svalur á því. Ég var Pizza 67 í engi alla back in the days, þá var ég að skera mikið á lauk og ég man bara, það var viðbjóður. Hefði það bara ekki verið viðbjóður ef ég verið með tyggjó. Stundu starrend. Það var benti mér ekki ná það. Það var bara opin munnin, bara svona hálf opin. Því FNÍ 5 blöð var ekki komið. Og það var Kitty, verkstjóriðin var nú yfirleitt bara á baðherbyggi. Kitty var nú salerni, making sweet passionate love. Herru, já, fyrsta sturlaða staðrend dagsins, bíflugur geta orðið þunglindar.
Já. Og ég get nú bara staðfist það, ég hef lent í nokkrum. Veistu yfir hverju? Svein Nei, ég veit ekki hvað gengur á hjá bíflugum, en Já. það er verið að þunglindar eins og við, mannfólki. Ég held að þetta getur nú alveg verið rétt. Já, þegar Elon Musk var 17 ára tók hann 1 mánuð þar sem hann eyddi bara $1 á dag til að sjá hvort hann hefði það sem að þarf til að verða entrepreneur. Hann hefur það sem að það hefur verið entrepreneur. Það er búið að sannast, já. Veitu, hvað segir þá, $1 á dag Í 1 mánuð. þá vissi hann bara ok, ég get strögglað það. Já. Af því að þeir sem verða Gætu þið lifa á 140 kall á dag í 1 mánuð? Ég var lagerkomur í IKEA basically með $0. Varst þú með? Hvað fegst þið í laun? Já, þú veist, nána, þú veist IKEA er ekki paying high salary, sko. Veist, Jú, bara þú sétt að borða kjöldólur í hátteginu sem eru geggjar, ég borða það nú bara í gær svo ég peppi nú hans í IKEA, sko. Og þá var basically bara launin búin, sko. Þannig að það var en ég laði líka survive. Þetta er 140 kall. Hann er metina núna á hvað á að mikið af cash núna? Er hann ekki komin á top 10 bara? 144B. Á hann? Hvað Bjöggi besti vinnur? 2,5. Ég held að Ílan sé komin á örgulega top 10 og top 5. Vá. Herru, Næsta, Michael Jackson langaði svo mikið að leika Spiderman í bíómynd að hann var næstu búin að kaupa Marel sem hefði verið góð fjárfesting hjá honum. Langaði Michael Jackson að leika Spiderman? Hvað er að gerast þetta? Sem Spiderman Nei, sko, málega Það verður leiðast Spiderman sem við vitum. Hann er með grímuna, sko. Já, sem Jackson aðdándi þá held ég hann ekkert verið eitthvað kjörinn í hlutverki en það hefði verið sniðugt fyrir hann að kaupa Marel. Hann hefði verið leiðast Spiderman alltaf tíma. Og líka Marel. En má ekki vann með þetta Michael Jackson? Hann var talented. Hann getur vel verið að ekki tekið Spiderman og rúlaði. Eitt mesti talent allara tíma. Hann hefði ekki hann glataði Spiderman, sko. Má sjá, hann átti hvað átti hann ekki? Hann átti, já, més. Hann var búin að frussa hans frá sig, sko. Við sko hefði verið skrítið hefði verið bara 40 eða 50 Spiderman. Þetta var þegar hann var 25 ára kíktum Já, hann var 25 ára. We paid his respect. Í ameríska draumni fórum við settum blóm á leið. Egil vildi fara að skoða leiðið hans Sylvester Stallone sem var helið derfitt að því hann var ekki dáinn. Ég ætlaði að skoða stjörnuna en ég fyrir niður með lág gendastul og rugglaðist og það er ennþá að vera stríðað múri, sko. Næsta, tæplega 5 kíló af dauðu skinni dettur að þér álega. 5 kíló? Já, helviti mikið maður. Það er mikið að skinni. Ég hef alltaf sagt það, ég er grannur að eðlisværi. Ég er bara með svona 20 kíló döðu skinni á mér sem er bara mjög trættu að þetta. Það var alltaf eitt 63 kíló. Herru, ég var 63 kíló. Já, ég var að henda þér á Instagram, ég sverði það. Allir sem stíga á hann eru 63. Já, veit, ég ætla ekki að fullir hann sem bílu þessi vikt. Þú getur fullist það. Heldur að steindi sér 63 kíló. Hann er bara að grenna þetta. Herru, ég stóð á þessa vikt hérna og ég var 63 kíló. Vinglós í dag eru 7 sinni stærri en voru í gamla dag. Sem er jákvætt, finnst mér. Svín getur orðið alkoholistar. Það er alltaf alætur. Þetta er raging alcoholics. Svín. Erum við ekki bara einu alætur? Maður á ekki að hlæja þessu. Það er nú alkoholismi í fjölskyldum minni. Mér finnst eitthvað að fyndi að svín getur orðið alkoholistar. Ég held að segja, er ekki bara mannfólk og svín, kannski rottur sem eru alætur og drekka allt og geta allt. Heldur að rottur getur þá líka orðið? Já, og ég myndi halda það. Orðið slut var fyrst notað konu sem tók ekki til heima á sér. Bara eitthvað sóði. Já, svona pínu. Steindi tekur ekki til heima á sér. Það er goddamn slut. Það er rétt orðið. Mér finnst að hljóma meira réttar þannig á pælir í því. Þú ert ekki búin að taka til maður. Þú er algjör slut maður. Hvað er íslenska, er ekki drusla? Já, það er drasleimaður, þú drusla. Já, það er mitt. Þetta er bara megar sens. Þetta er svona eins og maður sé fimbulfamb. Við þurfum að rýbranda druslu orðið. Þetta er bara út sóði. Já, og svo er það síðast að fólk þorði ekki að borða tómata í yfir 100 ára því að það var að mythum að þú verður norn eða þú myndir borða það. Ég held það nú bara ennþá. Þú finnur ekki minni tómatamanni mig. Mig. Er það? Ég er bara tómat. Ég get ekki bitið í tómat hérna at gunpoint. Ekki í alvörunni. Tómatur, hræðilegur. Tómatar og gúrkur. Gúrkur? Ég er regurgitator. Gúrka sko. Ég er mikill gúrkumaður. Ég borða hann eintóma. Bít bara í hann. Eins og epli. Finnst þið gúrka góð á bræðið? Það er bara vassbrað pluss eitthvað skrýðist. Bara watery og gott. En the tomato? Já, góður á hambúrgurum og svona. Ói. Já, ég geti sett tómat á pítsu. Teirum á einu minna sann sko, þú veist. En ég myndi aldrei setja gúrk á pítsu. Ég myndi first choice. En þú getur ananas eða ekki? Jú, á öllum pítsu. Já. Ég borða ananas líka bara upp í sófa. Aðurblandi, að mér. Ég held að sé eitthvað að ykkur. Ef ég fer á skyndibitastað, að ég segi ykkur nákvæmlega. Borða ekki tómat? Ef ég fer á skyndibitastað, ég segi nákvæmlega alltaf það sama. Mínus kál, tómat og gúrkur, pluss laukur og paprika.
Reynda besta sem ég færi sveppir Auka sveppi og allt Allt í læg Herru, hvað var svo að kjæfta þetta, drengir? Það er engilega að vita út en eðlilega góður í sko. Það er ekki fræður að vita hvað Rennin að renna hratt yfir þetta Nei, ég ætla bara að segja ykkur að þið er jólaþáttur og við skuldum auglýsingar, bíflugur verði ekki þunglindar Jólaþáttur Það er svolítið aðeins Við erum við erum alltaf leirum ekki hérna 20.5 Síðasti þáttur fyrir jól Nei, við erum ekki á jóladag Hvað er fólk að gera næsta föstudag þegar að Það er allir í matabóðum eitthvað Það er jóladagur, fólk er bara afvelta sko. En málið er að við erum í jólastöði líka og jólagýr, við erum í gjafafíling og við erum að gefa 5 spil sem við ætlum að afhenda kortir í jól. Þetta voru 5 síðustu spil landsins. Þannig að endilega hendi ykkur á Facebook síðu Skells, þetta er facebook.com/skellur og takkið þátt 5 spil Geggja vídeór En gjafaleikurinn er samt ekki aðalatri sko. Það er vídeóð með þér The Turbo Man og sketchurinn sem er að finna sig í sér Ég ætla bara að beint heim og ég ætla að hafa hann á repeat Þér finnst þetta Jöfull er þetta fyndið Þér finnst þetta vídeo finna sig í sér þetta er Já, þetta er skemmtilegt vídeo en nei, þér finnst þetta svo fyndið Nei, ég er ekkert einn, þetta er ekkert eðlilega fyndið Mér finnst það geggja, mér finnst ekki að fyndið á þér Egill en Það finnst engum þetta ég fyndið á honum Heyrðu hvað komið þetta undir? Það er komið að How do you do fellow cats Það fór illa fyrir þið síðast Egill Í síðustu keppni var 5-0 fyrir Rauðun Blöndal Ég kem kokki inn núna Það er bara eins og að Manchester United var að mæta Ekki segja Newcastle Nei, Old Boys bara í sportásunum Hvíta rittarinn bara Já, þú veist, ég á ekki break Það er óþólandi, þóliða Ég veit þú ert alltaf að gera þetta fyrir hverja keppni oftast fyrir til töðunum en ég ætla bara að segja núna það er hár rétt verið, ég ætla að rústa þess aftur Málið það, Ötti tók þetta sko Málið, ég ætla bara rétt stutt brífing Í fyrstu, þegar við byrjuðum með þetta Þá var þetta nokkuð jafnt Egil, þú tókst einu keppni Svo var þetta aftur mjög jafnt Það var pure luck Síðast þetta var, þá var 5-0 fyrir Ötta Já, ekki bara ekki í þetta Það er rosalegt, eru þið klárir? Hypnisteindi, ég er tilbúin Eru þið báðir klárir þar? Þetta verður hörku keppni Hann er ekkert aðeins tilbúin núlega Já, ég sé það, hann er bara tróðið vör og er bara ready Herru, ok, ég ætla að gefa ykkur vísbendingu það Því að þetta er alveg smá erfitt Þannig ég ætla að gefa ykkur vísbendingu að fyrsti stafurinn Hann stendur fyrir horny Og þú ert einhvers staðar Já, og þú ert bara hérna Það er allt í gangi Segjum að þú sért bara nýja Þú ert spóli hólm bara akkurat núna Og þú segir, veitu hvað, ég er HRN Akkurat núna Það er Rauðun Blöndal Ég er horny right now Það er hárrétt á þetta blöð Horny right now Thank you Það er hann Oliver sem hendi í þennan frasa Þú ert ekki að gefa háið þarna sko Já Þú ert bara að segja HRN Fannst ykkur þetta ekki erfitt ef ég sagði bara hvað því frasin HRN Nei, segjum bara að þú ert í kringum hitt kynið sem að þú fílar Já, ok, ég gaf ómikið Þetta var Oliver og þetta er mikið notað Mikið notað En var það horny right now? Já, horny right now Ég hef bara sagt horny Hann gaf horny Þó ég fengi svarið fyrir hann að ég hef klúrað þessu Já, auðvitað, þú ert satt naskur í þessu Sko, hlustendur voru ekkert búin að kveikja á þessu, sko Ekki allir Hann er the oracle í þessum leik Þetta er svakalegt Herðu, ok Ég lofa ykkur því að voru allir hlustendur búin að kveikja á þessu Þetta eru skamstafnir, þá ætla ég að gefa ykkur vísbendingu Ég ætla ekki að gefa ykkur jafngóða vísbendingu núna Þetta er íslensku frasi, þetta er ekki á ensku Þetta er íslensku frasi Og það ringir í ykkur Og þú út með strákunum Þeir að fá okkur bjór Og hann segir, Öddi, hvernig ertu, hvað er að gerast? Hjá mér, það er bara M.I.K. Það er M.I.K. Það er M.I.K. Já Rauðun Blöndal Ég myndi segja að ég verði með einn ískaldan Hvernig myndir stafa það? M-ið er með ís kaldan Vá, gott nálættur Ég get eiginlega ekki gefið þér rétt En þú ert ógæslega nálættur Þetta er naskur í þessu komin yfir að mig Já Thank you sir Hættu að gefa Ég þarf að blöðrulli Svari hálfur spurningunni Fill in the blanks Right over there Hvað því er M.I.K. Já, hvað ætlar að gíska M.I.C. Það er greinilega í köldum Já Ég var búin að segja þegar Það eru hættu að gefa vísbendingu Ok, ekkert mál Og lélegasti spirill í Nei, þetta heiminum er bara the underdog Ég er að reyna að gefa hann smá push þetta Menn í köldum Menn í köldum er rétt Svenni í köldum er rétt Hann sko Vá Yes Þá gauti sem sendi Þetta er að sé þurfti maður Þetta grína 1-1 Menn í köldum Ok, þessi hérna drengir Þessi hérna, hún hefur komið áður Ég held að þetta hafi verið í fyrstu keppninni Komin áður? Þá er það þreitt Ástæðan fyrir því ég með hann inni Er þegar ég fæ hann að senda í hverju einustu viku
Það eru alltaf allir að koma að. Þannig að ég ætla bara að segja það núna. Er þetta Opos, eða? Nei, þetta er ekki Opos. Officially er þetta mest notaði frasi á unga fólkinu. Hvað er það? Vinsalastur. Það er, og þá er þetta bara fyrstu kemur fær ef þér munið þetta. Hvað þýðir frasinn að vera simp? Að vera simp, það er Auðun Blöndal. Ég manna ekki. Nei, þetta er mest notaði frasi Er þetta unga fólksins. simp með setu? Nei, S-I-M-P. Er þetta ekki simp? Jú, simp. Með setu? Nei, S-I-M-P. Ég sverði, ég manna þetta ekki. Nei, við vorum með þetta fyrir mörgum Þetta mánuðum. er ekki stytting á simpleton, þú veist, eins og vera einfaldur, þú veist. Nei, þetta er ekki. Þú varst að svara ekki. Nei, ég var að spurja. Má ég spurja á Bergmann spurningu þeirna? Nei, Ég þú var mátt ekki að svara, ég var rétt í pöndu. Logi Bergmann oft spurður. Þú varst basically að spurja hann. Er þetta að vera simple? Nei. Nei, það er rétt ekki. Ég ákast að gera það. Ég var bara að spurja bara hvernig veðri, hvernig staðan er boltan. Ég bara, ok. making conversation. Vilt þú spurja það hvað þetta? Nei, ég er góður. Sko, máli er að Blöm og svara, ég er það að hugsa. Nei, ég manna þetta ekki. þetta er mest notaði frasin í unga fólkinu. Staðfest. Þetta er ekki simp, mann sé. Herru, við þurfum svar. Já. Ertu með þetta? Egill, ætlaði báðir að passa á þessu. Það er ekkert að því. Simp. Það er ekkert að því. Today, Junior. Today, Junior, Bjarnar væri búin að Þið er þetta út að gera allt sem þú vilt fyrir gælur en gera ekkert fyrir vinniðina. Það er hárrétt! Þetta þýðir það! Þetta er að vera svona smá undirlega. Þú gerir allt fyrir, þú veist, ef ykkur ringir í þig, þú myndir alltaf salta viniðina fyrir stelpunum sem komi. Þetta er rosalegt. Herðu, ok, það eru tvær eftir. Það eru tvær eftir. Ég þarf báðar. Og þú þarf báðar. Þessi hérna frasinn kemur úr Mósbænum. Villi senda hana, mikið notaði í Mósbænum og þá væntalega bara að landsísu. Og ég ætla að segja ykkur frasan, svo ætla ég að gefa ykkur smá vísbendingu. Okay. Frasin er að nilla. Ekki rétt upp hend. Nilla. En þetta tengist því að þú ert að horfa á einhverja efnisveitu og ert bara að gera eitthvað, skilju, að nilla. Egill Einarsson. Þú horfa á Netflix og chilla. Það er hárrétt, þú horfa á Netflix og chilla. Það er að nilla. Hvað er að gera í kvöld? Þetta er að nilla. Þetta er búið, ég er búin að tapa. Þú ert ekki búin að tapa? Víst er ég búin að tapa, það er 3-1. Það byttu, þú getur klórað í bakkan. Nei, mér langar það ekki. Eitt, jú, ég var einn eftir. Ég átti ekki breyk fyrir. Já, ég ætla bara, þetta er bara síðasta. Afturölding vann Real Madrid. Ég veit ekki ákveður að vera niðurlega með að halda áfram minna. Þetta er eitt eigafrasi, kemur beint úr eigum. Mér langar að segja hérna fyrir eigafólkið. Þú lappar inn og þú gjössalega fær, þú sturlast. Og frasin er að vera breiður en hann er skiptur í tvend. Bíð og svo er það hitt. Þannig að þú ert það gefur ykkur vísbendingu, eldur. Hvað er að Herru, jæja, þetta var frábær endur á þessu. Nei, það er bara við skuldum auglýsingar fyrir breiður, korteri. að vera breiður þýðir að vera bálreiður. Það skiptir mikið máli. Bálreiður, þetta er mikið nota eigum. Skiptir ekki máli eigum. Geggjalag. Rosalegt lag. Já, sko, herru, vá, klukkan er bara að vera 6 drengir. Þetta er fljótt að liða, við hann léttilega geta verið með 3 tíma þátt í dag. Já, það er Jóla þátt. Eru þið konur í gýrin eða? Það er að hellast við. Ég er löngu komin í hann. Já, við verðum með lenda þetta á einhverjum jólagýr, sko. Ætlum við ekki að spila þetta bassandir jólalega? Ég held við náðu ekki því niður. Hvað heitir jólalag bassandir? Bara Jingle Bells með Bass Hunter. Gat hann ekki fundið frumlegra lag? Já, þú veist, hann er þetta bara Jingle Bells, þetta er bara hans útgáfa af því, þú veist. En nú verður að tala um þessi mikið, þetta eru mikil bókajól og spilajól. En hvað er að frétta rithöfundasamnitinu? Ertu eitthvað, eða það? Jó, ég er meðlumur en þá. Og ertu ennþá á Facebook-síðinni? Já. Hefur þú sett eitthvað innar nýlega? Ég hef ekki verið að posta nýlega, en þú veist, ég læka. Þú ert ekki vinsæll að inni það? Já, hann verður alltaf vinsæll held ég hverjum deginum. Ekki vinsæll. Þorgrummi Þráinsson, lækar allt sem þú getur. Þú hefur verið að setja inn einhverja posta þarna. Elskar móta lífinu. Já, hann gefur alltaf like og þú hefur verið að byggja partí og og kemur Þorgrummi Þráinsson like your post. Þetta er svona vestalega 30 sekundur. Ok, settu núna, farði inn á Facebook, sett inn á rithöfundasambandið. Hey fellow
rithöfundar, gleðileg jól. Fellow writers, Já. gleðileg jól. Já, það ég breytt Skrifa, bætti líka við þurfum að fara að hendi eitthvað gott partí og leiða sem veiru fendir. Já, ég hef gert það nokkuð sem Settir eitthvað núna, þá getur við fylgst með því og getur sagt að það er næsta þætti hvað vext mörg Það likes. er þetta closed group. Þú færði ekki að færa þessu grúpu nema að setja meðlum með rithöfundar. þú ert það. Ert þú ekki meðlumur af það? Ég er, jú, meðlumur í rithöfundarsambandinu. Já, það er ekki skrifað. Akkur ekki svo grúpu? Hundreds hérna. Akkur ekki svo grúpu þá, S-Face? Þú geti ég verið í þessari grúpi, ég hef skrifað 100. Ég held þú veist að skrifa Þú verður að sækja og rökstiði akkur heima hana. Mér langar ekki að vera þarna þannig sé sko. Þú þarft að vera búin að skrifa 2 bækur eða 200 ok, þá kemst ég nú. Já, þú ætlaðu sér ekki búin að skrifa svona 1800, þannig að ég held að þú getur. Það er 312 meðlimir Rúlararnir. Ertu búin að búið til póst eða? Ekki að þá, ég er svona Það eru svo óskuðu náttúrulega Svölu og hérna kærasta hennar til bara til hamingi með trúlunna. Ég var að finna þetta hérna, þetta var í veskinu. Ég er í þetta félag leikskálda á handritsum. Þetta er ekki rithöfund. Þú ert ekki rithöfundarsambandinu. Nei, ég þarf að sækja það, svo ég komist í grúppuna svo ég geti verið að læksa Steinþór Rói Steinþórsson. Það heit ekki Rói, þetta er Róar. Akkur stendur Rói annars? Má ég segja, stendur Rói. Men það vitlaust. Það er rosa. Stendur Steinþór Rói, Steinþórsson. Mér finnst þetta miklu betra nafn. Já, er það ekki? Heitir þú Rói? En ég fæ nú Gæti verið verið, þetta geti verið Steinþór Fróar. Er þið í net disrespect eða svona að þið bara setja eitthvað nafn á og réttu við skiptinni? Ég held maður geti fengið sko. Heldur þið að gera þetta viljandi? Ég held maður fái nokkra fría bjóra með fyrir leikhús eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað það kort gerir. Þeir stöðun, við varum leikast að stafla þess vittlust út af því þið lítið á hann sem að clown. Ertu trúlofaður? Ertu trúlofaður? Nei. Hvað ertu búin að vera lengi með konunni henni? Það eru komin ykkur 10 ára eða eitthvað. Steindi, ertu trúlofaður? Nei, ekki að þá. Hvað ertu búin að lengi með konunni henni? Ég held að ég sé búin að held 12 ár. Ok, Svala og hvað heitir áttu kærasta hennar? Kristján? Nei, hvað heitir hann? Já, þau voru að hendi í trúlofu. Já, þau voru að pakka ykkur saman bara svo við þetta. Þau eru trúlofu. Þau eru búin saman í hálft ár. Já. Þau kerði í þetta. Þau máli, sömi fíla bara keira þetta í gegn. Þetta er svona the American way. Og bara bomba þessu í gegn. Það er bara keirt í gang. Það er bara kynast, sleikur, mög, trúlófun. Ég er basically öfundaði því að engin vinur minn er að gifta sig. Mér lágur í brúðkaup. Það er ekkert skemmtilega fyrir brúðkaup. Ég get ekki farið að trúlófa ykkur og gifta ykkur. Horny Tatman ætlaði að gifta sig núna í COVID. Já. Og ég held að Horny Tatman muni færa sig á næsta ári. Þannig að við fáum brúðkaup 2021. Ég veit að það hljómar ekkit. Nei, mann klúður þessu. Ég veit að hljómar ekkit rosalega romantíst sko. En þegar maður er búin að vera sko, ég veit alveg að þú heldur ekki, þú fer bara á sýslumanninn og giftið að þú heldur ekki eins og upp á ammaliðið sko. Nei, ég myndi alltaf halda geggjapartí, alltaf. En málið er að hérna, nei, ég var það sem ég var að segja, bara þegar þú komin í 10-12 ára og svoleiðis. Þetta hljómar ekki romantíst, ég ætla bara að aðvara fólk hérna. En þá er þetta líka svolítið bara svona, fólk er bara svona, þú ert í rauninni líka að hugsa tímasetningar og svona, þú skilur, þú ert ekki hérna að hugsa hvort að kona muni segja já eða nei, skilur. Þú segir nei? Svona, nei, ég er að segja, þú ert að meta svona. Ákveðið þetta ekki bara saman? Jú, þetta er svolítið þannig sko. Já, en það er reyndar, það er góða við að þú ert búin að vera með píun í hálft ár eða manninu. Það er það spennandi. Já, þá er það bara, segir þú já eða nei. Já, en heldur þú segja nei út af hún á 30 ára í þessu rúnkólu og 10 ruglega. Herðin, við þakkum fyrir hlustununa í dag, kæru hlustendur. Þetta var síðasti þátturinn okkar fyrir jól og við óskum ykkur gleðilegra jóla. Hafið það yndislegt yfir hátíðarnar. Við verðum mættir hér, það er ekki alveg komið í ljós en við mætum aftur allavega. Við mætum aftur, hvort sem að verður 1. jan eða 8. Heldur það eldsnögt, hvað ætlar að borða á aðfokat? Ég? Hamburgerrygg held ég? Ég veit ekki, jú, er ekki alltaf hamburgerrygg? Við erum með Wellington og hrygg. Ekki hamburgerrygg? Jú, hamburgerrygg og bara svona lítinn, við erum bara það, sko hamburgerryggurinn okkur er fann að vera meira bara svona, já við höfum hann upp á feelingin og smakkan, en ég er hættur að geta mig alveg pakka það. Alltaf blow shit up? Ég fer í Wellingtonin sko. Blow shit up? Alltaf blow some shit up? Já, auðvitað. Já, alltaf grínast, bara losa okkur við að skýta á þetta, bara að kaupa stæðstu tertu í heimi og bara leggja stóna hana. Nei, ég fer í sama Wellington og hryggur á aðfokkata og síðan er ekki að blow some shit up líka á 31. Reyndar er Landakvöðs, ég held að hann alltaf jafnilega lauma mér 2-3 rjúpur. Hann alltaf við eitthvað rjúpur. Ég hef aldrei smakkað þessar rjúpur. Mér finnst það ekkert spes sko. Hann er meirða rjúpur. Hann er alltaf skjóndi rjúpur. Það er annarkvort fílar eða ekki held ég. En elsku hlustendur F95 blöð, eigi yndisleg jól og frábær áramót. Já, við heyrumst bara sem fyrst, hafið það bara sem best og það er nú leiðilegt að enda auglýsingum en við skuldum auglýsingar.